Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og embættismenn hér í sal og bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 377. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann settan. Á dagskrá í dag eru fundargerðir bæjarráðs nr. 846 og 848 teknar saman til umfjöllunar og atkvæðagreiðslu ef enginn hefur því andmælum. Fjölskyldunefnd nr. 5 og fjölskyldunefnd nr. 6, skipulags- og framkvæmdanefnd nr. 9 og síðan eru hér 5 mál undir almennmál. Það er sem sagt viðauki 1 í fjárhagsáætlun 2004 fyrst af þeim, síðan er grendarkynning Austurvegi 4 afgreiðsla, grendarkynning Hlíðagata 7-9 á Fáskrúðsfirði afgreiðsla og Egilsbraut 22 á Norðfirði afgreiðsla á grendarkynningu og svo hér síðasti liður sem tengist forsetakosningu 1. júní næstkomandi. Það er staðfesting á tillögu kjörstöðum sem kemur frá yfirkjörstjórn hingað inn í gegnum bæjarráð. Áður en við göngum til dagskrár þá hefur bæjarfulltrúi Þórdís Mjöll Benediktsdóttir vakið athygli á vanhæfi sínu í liðum 2 í fundargerð bæjarráðs 846 og lið 23 í fundargerð bæjarráðs nr. 848. Hreyfir einhver andmæli við þeim? Því væri vanhæfni, svo er ekki. Þá verða þeir liðir teknir sérstaklega til umfjöllunar og atkvæðagreiðslu hér á eftir að loknum umfjöllunum fundargerðir bæjarráðs og öðru leyti. Og þá er orðið laust þessar tvær fundargerðir, 846 og 47 á þessum liðamyndaskiptum og Ragnar Sigurðsson er orðið. Gerðu svo vel. Og fellur á milli, 847 og 48. Ég byrst afsökunar. Forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að taka hér til máls undir þessum fundargerðum bæjarráðs nr. 846, 847 og 848. Fyrst í bæjarráðsfundargerð 846 þá tókum við fyrir undir fyrsta lið málefni Breiðablik sem hafa verið til umræðu. Og hérna við vorum þarna að skerpa á bókun það að þjónustan væri í rauninni óbreytt innan Breiðabliks. Það væri ekki verið að skera neina þjónustuðar niður. Áfram er veitt helgarþjónusta í Breiðabliki eftir þjónustu þörf og hún getur verið meiri eða minni eftir því hver þörfin er hverju sinni. Og við fórum í kjölfarið og héldum fund með íbúum, starfsfólki og aðstandendum í Breiðablik og þar fórum við fulltrúar bæjarráðs, auk bæjarstjóra og sviðsstjóra fjölskyldusviðs, fórum yfir þessi mál og þetta var góður fundur og okkur gekk að vel að mínu mati að greiða úr þeim áhyggjum sem að þessi breyting hafði ollið og mér þykir það miður að þetta hafi ollið þessum áhyggjum þarna en í rauninni þá er búið að greiða úr því og áfram er bara verið að vinna mikið og gott starf í Breiðablik og engin breyting þar á. Liður 1.4, þar var verið að fela bæjarstjóra að skrifa undir tilboð vegna ofanflóðavarna í Nes og Bakkagils í Neskaupstað og þetta kemur í kjölfarið af því að á síðasta ári þá samþykkti ríkisstjórnin að nýta 600 milljónir króna til að flýta upphafi framkvæmda við ofanflóðavarnirnar í Neskaupstað um 1 ár og á þeim forsendum var auglýst útboð á Evrópska efnahagssvæðinu og þar voru 2 tilboð, annars vegar í grindur og í styrkingarkerfi og svo gerð 20 keilna og þvergarðs og bæjarráð samþykkti töku tilboðana og fagnaði því jafnframt að framkvæmdir séu að fara í gang. Það er stefnt að því að framkvæmdir hefjist í lok þessa mánaðar
og áætlað að verklok verði 30. október 2029 samkvæmt útboðsgögnum og vonandi verður engin breyting þar á og framkvæmdir verði samkvæmt áætlun. Í bæjarráði, fundargerð bæjarráðs númer 848, þar byrjum við á því undir fyrsta lið 3.1 að fá sviðsstjóra framkvæmda og skipulagssviðs inn á fundinn. Þar vorum við að fara yfir stöðu þeirra framkvæmda sem í gangi og einnig viðhaldsmála og einnig bara svona útlit næstu mánaða. Sumarið annarsamur tími á framkvæmdasviðinu og farið svona yfir útlit sumarsins gagnvart þessum almennu árlegu viðhaldsmálum og fórum einnig yfir svona þennan hefðbundna frágang verktaka og einnig opinbera aðila, hvernig þeir eru að skilja við eftir framkvæmdir og svo fórum við yfir mönnun framkvæmdasviðs og jafnframt þá fórum við yfir verkefnið vor í Fjarðabyggð sem að verður haldið 20. til 25. maí og svona yfir skipulag á því og hvernig útlitið var þar. Það hefur verið rætt innan framkvæmda- og skipulagsnefndar og búið að gefa út rafrænan kynningarbækling á vorinu í Fjarðabyggð, búið að vera í samstarfi við fjölmarga íbúa, fyrirtæki, félagasamtök og verið að hvetja alla til þess að taka þátt í þessu samfélagsverkefni og leggja sitt að mörkum og í rauninni búið að slá svona ákveðin takt. Í bæði hefur garðyrkjudeildin verið mjög atorkusöm undanfarna daga og svo fóru starfsmenn sveitafélagsins í gær að plokka og svo hafa verið náttúrulega þessi hefðbundnu plokk undanfarið og mér finnst við sjá bara dagamun hér á fegrun umhverfisins og vonandi náum við að halda áfram að slá svona einhver takt og búa til góða stemningu fyrir þessum vordögum. Það mikill metnaður lagður í þetta og verið að hvetja til almenns viðburðarhalds svo sem hverfagrills og fleira og ég veit að fyrirtæki eru mörg hver að fara að taka þátt og þá sveitafélagið að auglýsa hvernig þeir ætla að efla sína þjónustu með því að bjóða upp á gjaldfrjálsa moltu og sækja garðúrgang og bjóða upp á aukin opnunartíma sorpmóttökustöða, gróðursetningar og fleira og ég vona að við tökum að höndum saman og tökum þátt í þessu verkefni. Takk fyrir það Ragnar, orðið lust, fundargerð bæjarráðs, Stefán Þór Eysteinsson að máli, gerðu svo stjá. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og starfsmenn aðeins að taka til máls undir fundargerðum bæjarráðs. Það hefur leikinn í fundargerð bæjarráðs 846 og fara þar í mál 1.1 þar sem við fórum að fara yfir stöðumála í Breiðablik og eins og kom fram í máli Ragnars þá fór bæjarráð og fundaði þar með íbúum og ég tek undir með Ragnar það tókst vel að greiða úr þessum áhyggjum íbúa þar og já, fannst mér bara takast bara vel til og ég held í raun og veru þetta var bara góður fundur og ég held að það sem við getum tekið til okkar þarna í framtíðinni er að í rauninni þegar að breytingar eru og ef það verða í framtíðinni að við séum þá duglega að fara og ræða við íbúa þannig að komum í veg fyrir eitthvað slíkt gerist aftur. Varðandi lið 4 með þá ofanflóðavarnirnar, þessu auðvitað fögnum við ákaft. Það er búið að bíða vel og lengi eftir þessu og mikil gleði að þessar framkvæmdir séu að hefjast og virkilega ánægjulegt og mikil gleði efni að geta tekið þessu tilbúið þarna og við tekum undir það sem kom fram áðan að við vonum auðvitað að þessi áætlun haldist og að þessu verki verði lokið á réttum tíma. Nú, aðeins að fara svo næst í fundargerð bæjarráðs 848 og fara þar í lið 3.5 sem var fyrirspurn vegna kjarasamninga en það kom tölvupóstur frá afli starfsgreinafélagi þar sem var verið að óska eftir upplýsingum endurskoðun gjaldskrám sveitafélagsins, eitthvað sem við höfum
ályktaði eða bókaði hér fyrir þó nokkrum að við myndum taka þátt í og nú svo sannarlega farin af stað þessi fjárhagsáætlana vinna sem þetta gríðarlega jákvætt og erum við öll sammála það, við munum fara varlega í þær hækkanir og gjaldskrám. Við þurfum þetta ásamt öðrum sveitarfélögum að taka þátt í því að við séum ekki að hvetja til verðbólgu. Við sjáum það að stýrivextirnir þeir eru ekkert að lækka. Það nauðsynlegt að við náum verðbólgunni niður, þannig þetta eitt af því sem við getum gert til að leggja svona okkar framlag í því og mér heyrist nú ekki annað en að það sé einhugur hjá öllum þverpólitískur að halda öllum hækkunum hóflegum ef einhverjir eru og sérstaklega þá eru þessar gjaldskrárhækkanir sem tilliti til á barnafjölskylda. Meira var ekki frá mér í bili. Stefán orðið laust, Fundagerði Bæjarráðs, þessi ljós. Svo virðist ekki vera, ég ber þá þessar 3 Fundagerði Bæjarráðs að undanskildum liðum sem áður voru tilgreindir. Ég sagði þetta þess að það er ekki með sérskeiðamerki, það eru sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá tökum við fyrir lið í Fundagerð 847, liður 1 þar og liður 23 í Fundagerð 848 og Þórdís Bendi, Víkur og Sal á meðal. Það sem hún tengdist umsögnum þarna var laðað fram. Við lefum hversi ljósundur þessu liðum. Svo virðist ekki vera, ég ber þá eftir samþykta, þessi þá samþykja með skeiðamerki. Þeir eru sagði þetta með 8 atkvæðum. Þá má Þórdís Björn ganga aftur í sal og við förum þá í Fundagerði fjölskyldunefndar númer 5 og 6. Orðið laust þær, við tökum hversi ljós. Jóhann Sigurðsdóttir gerði svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ég ætla aðeins að ræða hér Fundagerði fjölskyldunefndar númer 5 og 6 og við skulum byrja Fundagerð númer 5. Þar ætla ég að byrja í máli 4.1 sem mönnun leikskóla 2024 en þar fengum við góða kynningu frá Bjarka Ármanni Oddssyni sem fyrrverandi forstöðumaður fræðslu og lýðheilsusvið Akureyrarbæjar. Hann kynnti fyrir okkur breytta tilhögun leikskólagjalda Akureyrarbæjar. Kynningin var mjög góð og gagnleg og við í fjölskyldunefnd munum halda áfram að kynna okkur fyrirkomulega annarra sveitarfélaga í leikskólamálum því það er ljóst að það þarf að ráðast í einhverjar breytingar varðandi leikskólan okkar enda hafa þeir margir verið að glíma við mönnunarvanda og verið ákall frá stjórnendum að það þurfi að ráðast í breytingar. Svo er það mál númer 4.2, fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2025. Við fórum yfir vinnuna sem framundan í fjárhagsáætlunargerð og hvernig við í fjölskyldunefnd munum vinna hana. Það er stórt verkefni framundan og við munum nota næstu fundi til þess að rýna okkar málaflokka. Svo er það mál 4.5, sumaropnun bókasafna 2024. En ekki var gert ráð fyrir sumaropnun bókasafna í fjárhagsáætlun fræðslumála en nefndin ákvað samt sem áður að bókasafnin yrðu opin einu sinni í viku hvert bókasafn frá klukkan 14 til 17. Og ég fagna því að bókasafnin okkar verði opin og hvet fólk til þess að nýta þau. Það er eitthvað ekstra notalegt við súlbað og yndislestur. Restin af fundagerðinni svo styrkumsóknir sem alltaf gaman að veita og það er gott íþróttastarf unni hér í Fjarðabyggð og rosalega gaman að sjá fjölbreytnina sem í sveitarfélaginu. Svo er það Fundagerð fjölskyldunefndar númer 6 og þar ætla ég að hoppa beint í lið 5.3 sem kynning á starfamessu til ungmennaráðs. En fjölskyldunefnd fékk kynningu á starfamessu Austurlands sem fyrirhuguð að verði í haust. Starfamessan hugsuð sem kynning á fjölbreyttum störfum á Austurlandi því það svo sannarlega mikil fjölbreytni í atvinnulífinu okkar hér allan fjórðunginn. Starfamessan unnin í samstarfi við Austurbrú og sveitarfélögin á Austurlandi og áætlað að bjóða krökkum á úlingastigi eða allavega 9. og 10. bekk. Þetta flott framtak sem ég hlakka til að fylgjast með. Svo er það liður 5.4, rekstur skólaakstur í grunnskólum Fjarðabyggðar. En hingað til höfum við ekki verið með neina sérstakar reglur skólaakstur.
svo það er að mínum að það er löngu tímabært að þær verði settar. Við erum með þrenns konar skólaakstur nú þegar í sveitarfélaginu og þessar reglur ná yfir þá alla. Það er foreldra sem skutla börnunum sínum í skólan, skólabíll og svo rútuferðir á milli kjarna í sund og íþróttir. Fjölskyldunefnd samþykkti þessar reglur og hann nú þar komin hingað. Fleira var ekki. Takk. Fyrir Jóna vilja Eiríksstaðis ljósundi fundagerð fjölskyldunefndar 5 og 6. Svo verðist ekki verið í berþörf til þess að samgefninskeið merki. Það er sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá er hér næst fundagerð skipulags- og framkvæmdanefndar númer 9. Þuríður Lilju Sigurdóttir hefur beðið orðið gerðis fyrir Þuríður. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Mér langar að koma hér upp undir fundagerð 9 í fundarskipulags- og framkvæmdanefndar og það er fyrst lið 6.1 sem er skipulag úrgangsmála 2024 í Fjarðabyggð. Það var haldinn sprettfundur varðandi úrgangsmál þann 24. apríl síðastliðinn. Þar sem við fengum meðal annars til okkur góða gesti frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Það er Eygerði Margrétardóttur og Hugrúnu Geirsdóttur. En ljóst er að þær breytingar sem við höfum nú þegar ráðist í úrgangsmálum nægja ekki. Enda svo sem voru alltaf fyrirhugað aðrar breytingar eins og grenndarstöðar og þess háttar. Sprettfundurinn gekk að ég tel mjög vel. Við náðum niðurstöðu í ákveðnum málum sem að starfsmönnum var síðan falið að vinna áfram og funda með til dæmis forsvarsmönnum KUBS og öðrum sem að eiga hlutamáli. Þeir fóru strax í þá fundi og gengu þeir vel. Vonandi verður því hægt að vinna þessi mál hratt og örugglega. Enda höfum við svona ákveðna tímapressu til að reyna að ganga frá lausum endum. Og þær breytingar sem að fyrirhugaðar eru verða sjálfsögðu kynntar þegar að þær hafa verið samþykktar endanlega og til þeirra kemur. Annað var það svo sem ekki nema bara fagna því að áfram eru við að úthluta lóðum og byggingaráformum og byggingarleyfum. Það verður mjög spennandi að sjá í sumar. Það er allan fyrirhugað mikil uppbygging sem við vonum að gangi eftir og allt sem bendir til þess að hún muni ganga eftir. Og svo er það líka 6.9 sem er viðhald og nýframkvæmdir gatna í Fjarðabyggð. Við samþykktum á fundinum draugaáætlun viðhald og framkvæmdir gatna fyrir árið 2024. Það liggur fyrir að það er núna þegar að snjórinn fór þá sáum við talsverðar skemmdir á götum í Fjarðabyggð og náttúrulega sjálfsögðu kantsteinum og öðru slíku. Sá pottur sem við höfum úr að móða dugar ekki fyrir öllu því sem þarf að gera og verður því forgangsrað til þeirra verkefna sem við teljum brýnust og reynda að fara í það sem að við teljum liggja mest á og jafnframt var sviðsstjóra falið að koma með stærri sýn, í raun framtíðarsýn á allt sem þyrfti að gera á næstu árum og það verði ansi stórt plagg. Þá er það gott fyrir okkur að hafa upp á forgangsraða í fjárhagsáætlanagerð. En hún var einmitt líka tekin fyrir á þessum fundi, vinnan sem er að fara fram við hana, en svo sem bara svona til kynningar. En fleira var það ekki, takk. Þeirri Þuríður vilja fleiri hvers ljóðsfundir fundagerð skipulags- og framkvæmdanefndar. Svo virðist ekki vera. Ég ber hann því eftir samþykkt þess að hann sann ekki að merki. Hún sagði þetta með 9 atkvæðum. Áður en við förum í liðin almenn mál, því að mér var þá að gera það hér í byrjun en gera það núna. Óskaði eftir því að vekja athygli á vanhæfni mínu afgreiðslu liðar 10 sem er Egilsbraut 22 grenndarkynning, afgreiðslu grenndarkynningu. Það sem málið tengist fyrirtæki í eigu bróðarins. Þannig ég óska eftir því ef enginn hefur því andmælum að fá víkja fundi og Þórdís Mjöll Benediktsdóttir tekur afgreiðslu tekur við og stýrir þeim fundalið á afgreiðslu hans. Sá fundaliður er að sjálfsögðu inn í fundagerð skipulags- og framkvæmdanefndar en
Þar er honum að lýsa til bæjarstjórnar til afgreiðslu. Þar af leiðandi taldi ég ekki ástæðu til að lýsa í vanhæfni með þá fundargerð. Því að liðurinn sjálfur er hér til afgreiðslu. Þannig að ég mun víkja undir þeim liðin. Þá förum við hér í fyrsta liðin undir almenn mál sem er viðauki 1. Vísa hér frá bæjarráði til bæjarstjórnar til afgreiðslu viðauka 1 til fjárhagsáætlun 2024. Þessi viðauki felur í sér breytingar sem tilkomið vegna áhrifa nýs samnings almenningssamgöngur í Fjarðabyggð, leiðréttingu í málaflokki fatlaðs fólks, uppgreiðsla á láni Varúðarsjóðs Brúar lífeyrissjóðs og styrkjum frá fiskeldissjóði og breytingum á framkvæmdaáætlun ársins. Ég ætla að bæjarfulltrúar hafa séð viðaukann og náttúrulega fara yfir hann. Ég ætla svona bara að tæpa á því helsta sem í honum en þannig gerður eins og aðri viðauka til að mæta þá ákvörðun sem er utan og leiðréttinga þarf gagnvart fjárhagsáætlun. Og fyrst eins og áður segir, það var gerður samningur í byrjun þess árs akstur almenningssamgöngur fram í Fjarðabyggð á grunni útboðs sem fór fram í desember síðastliðinn og þessum auka kostnaði að vísa hér inn til afgreiðslu í tengslum við gerð viðauka og þegar var búið að fara í gegnum það ferli ásamt því að fara yfir það sem vantaði upp á gagnvart vegagerðinni og fleira. Þá er hér lagt til að rekstrarkostnaður í málaflokki almenningssamgöngur sem er númerað 10.710 hækki 47 milljónir og tekið málaflokksins hækki mótum 13 og þá hækka náttúrulega heildarútgjöld málaflokksins úr 73 milljónum króna í 107 og sjóður og eigið fé mun lækka þá hjá aðalsjóði og samstæðunum 34. Þá er hér sömuleiðis næsta breyting, það kemur til vegna samþykkt það að breyting á fyrirkomulag rekstri málaflokks fatlaðs fólks en byggðasafna sem var rekið undir merkjum skólaskrifstofunnar hefur verið slitið og sveitarfélögin sjálf þannig orðin ábyrgðaraðilar gagnvart því og Fjarðabyggð þannig að leiðandi tekið sjálfur rekstri málaflokksins án milligöngu. Það var gert í góðri samvinnu við Múlaþing og sveitarfélögin Austurlandi önnur og það hafi ekki verið gert ráð fyrir þessari breytinga fullu í fjárhagsáætlun og þar að leiðandi og gert ráð fyrir að það er greitt áfram til byggðasamlagsins fastramlega en hann fellur nú niður þannig að hér lækkar ekstra kostnaður í deildinni sameiginlegir liðir tæpa 94 og þar leiðandi sjóður aðalsjóður hækka þá 94. Síðan hér skuldabréf sem var gefið út á árinu 2018 sem var þá að nafnverið 33,5 milljón sem tilkom vegna uppgjöra við lífeyrissjóðum Brú. Þetta var lífeyrisauka sjóðurinn. Það var lokagjalddaga þessu bréfi 2036 en það var gjaldfellt í upphaf árs í samræmi við samþykktir Brúar og sveitarfélögunum sem þess bréf voru með að tilkynnt það og við samþykktum í bæjarráði á fundi 5. febrúar að greiða það upp og það er heildargreiðsla vegna lánsins 55 milljónum og þar að vexti 9,5 og þar með hækka borgarinn lán í aðalsjóði 45,5 milljón og þetta hefur áhrif á fjármagnskostnaði rekstri og sjóður eigið fé lækka þá 55. Síðan hér í tengslum við endurbætur á grunnskólanum á Eskifirði, framkvæmdir sem átti að ljúka á síðasta ári en það náðist ekki og þar leiðandi og kostnaður hér meir en áætlað var, það sem bara umfangi hefur eftir því sem viðgerðum hefur fleygt fram, komið í ljósa að það er umfangsmeiri heldur en ætlað var. Áætlaður kostnaður þessa árs var áætlaður 40 milljónir og það var samþykkt að færa til í framkvæmdaáætlun og að fresta klæningu sem það er að fara í á grunnskólanum á Reyðarfirði fram á næsta ár og nýta þá fjármuni í þessa verkefni. Það er með lækka fjárfestingar eignarhaldsfélagsins Hrauns sem er í okkar eigum 40 milljónir vegna grunnskóla Reyðarfjarðar og heildarframkvæmdakostnaður þar þá orðið 0 en fjárfestingar eignasjóðs hækkun sömu upphæð. Þannig að sjóður og eignasjóður og eigið fé eignasjóðs lækkar 40 milljónir og viðskiptastafi aðalsjóð hækkar sömu fjárhæð. Þetta hefur ekki breytingu á samstæðinni í heild sinni. Síðan komi hér styrkir frá fiskeldissjóði sem hafa verið kynntir og fjalla hér í bæjarstjórn og móti þeim er þá lækkaðar áætlanir sem því nemur. Það er fyrst 40,4 milljónir sem fari í stækkun á leikskólanum á Dalborg en framkvæmdakostnaður í Dalborg var áætlaður 100 milljónir, hann verður hærri vegna kostnaðarhækkan á verkinu 140 þannig að fjárfestingarnir eru hækkaðar og styrkurinn á móti. Þannig að sjóðstaðan og samstæðan er óbreytt. Síðan var hér
styrkur að fjárhæð 26,5 milljón vegna framkvæmda við fráveitu á Breiðdalsvík. Framkvæmdakostnaðurinn var samþykkt staðinn hjá skipulagsframkvæmdinefnd að lækka fjárfestingu fráveitu sömu upphæð og sjóður og eigið fé fráveitu hækka því 26 milljónir og viðskiptastaðir við aðalsjóð lækka sömu fjárhæð og þar leiðandi hækkar sjóðstaðan og samstaðan 26,5. Síðan hér jafnframt frá Fiskeldissjóði hann sagði að hér var styrkur að fjárhæð 44,5 miljón vegna kaupa nýrri slökkubifreið fyrir slökkvilið Fjarðabyggðar sem nú eru leiðin til landsins og verður afhent hér vonandi mánaðamótin komandi. Fjárfestingarkostnaður tækjamiðstöðvar var áætlaður 60 milljónir vegna þessa og þar lækkuð fjárfestingin 44,5 móti og þar leiðandi hefur það með tilfærslum fé af sjóður eigið fyrir tækjamiðstöðvar hækkar því 44,5 og sjóðsjóðs og samstæðan hækkar 44,5. Og síðan þá síðasti liður í þessum styrkjum sem kom Fiskeldissjóði en það var styrkur að fjárhæð 40,4 milljónir vegna framkvæmda við Strandabryggju á Fásfirði. Þar var framkvæmdakostnaður ársins vegna Strandabryggju eða lengingur á henni áætlaði 210 milljónir og hafnarstjórn samþykkti að lækka fjárfestingar sínar 44 vegna styrksins og þar lendi hækka tekjur hafnarsjóðs vegna framkvæmdar 44,4 milljónir og lækka netto framkvæmdirnar sömu upphæð. Heildarframkvæmdirnar lækka því 450 milljónir sem áætlar í hafnarsjóð á þessu ári niður í 409,6 og sjóður og eigið fyrir hafnarsjóðs hækka því 40,4 og viðskiptastaðan við aðalsjóð lækkar sömu fjárhæð. Og þetta þá sömuleiðis sjóðstaðan og samstaðan hækkar 40. Samandregnin hafa þessi liðið þó áhrif á fjárhæð Fjarðabyggðar rekstrarniðurstaða A-hluta batnar 58,9 milljónir að tæpast 59 milljónir og áætluð jákvæð 198,2 á árinu og rekstrarniðurstaða samstæðan batnar 56,7 en nú áætluð jákvæð 609 milljónir. Sjóðstaðan að samaskapi batnar 115 og það gert ráð fyrir að handbært fé verið 326 milljónir króna í árslok. En þetta það kannski fullsnefnt en samkvæmt núverandi fjárhagsáætlun og spá það. Þannig að orðið laust þennan viðauka til eitthvað þessi hljóðs. Svo virðist ekki vera, hann boðinn til samþykktar. Hann samþykktur með 9 atkvæðum. Þá erum við komin hér í afgreiðslu á grenndakynningum. Það fyrst hér grenndakynnings Austurvegur 4 Reyðarfirði. Hér vísað frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarsins niðurstöðu grenndakinningar sem áður hafa verið kynnt í að lögðu fram í skipulags- og í skipulags- og framkvæmdanefnd á síðasta fundi. Þetta vegna framkvæmda, vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Austurvegur 4 Reyðarfirði svo áður segir. Það bárust engar athugasemdir í þessu grenndarkynningaferli og skipulags- og framkvæmdanefndin hefur sagðið að gefa út byggingarleyfi þegar öllum tilskyldum leyfum hefur verið skilað. Orðið er laust þessa grenndarkynningu. Engin hvað þessi hljóðs í bernöfti samþykkt þar að niðurstöðunar. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá hér næsta grenndarkynning, það Hlíðargata 7-9 á Fáskrúðsfirði og það hér vísað frá bæjarráði til bæjarstjórnar. Svo áður segir, hefur verið lagt fram í skipulags- og framkvæmdanefnd. Grenndarkynning sem fór vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Hlíðargötu 7-9 á Fáskrúðsfirði. Það bárust engar athugasemdir í grenndarkynningaferlinu og því samþykkti nefndin að gefa út byggingarleyfi þegar öllum tilskyldum leyfum hefur verið skilað. Orðið er laust með grenndarkynningu. Engin hvað þessi hljóðsýpur eftir sagðan. Nú sagðan með 9 atkvæðum. Þá erum við komið næsta grenndarkynningu Egilsbraut 22. Ég ætla að óska að Þórdís Mjöll Benediktsdóttir komi hér og taki við stjórnfundar sem ég fá að víkja. Sæl. Þá ætlum við að taka fyrir lið nr. 10, Egilsbraut 22, grenndarkynning. Bara einhverjar athugasemdir þann lið? Ef ekki, þá ætlum við að bera upp til kosningar og það með 9 atkvæðum, samþykkt með 9 atkvæðum. 8 atkvæðum fyrir ekki, 8 atkvæðum og þá bjóðum við Jón Björn aftur inn. Takk fyrir það Þórdís. Þá erum við komið hér í síðasta lið dagskrá í dag sem eru forsetakosningar 1. júní næstkomandi. Hér vísað frá bæjarráði til staðfestingar bæjarsins tillögu að kjörstöðum í Fjarðabyggð en yfirkjörstjórn Fjarðabyggðar fundaði núna þann
sjá, 14. maí og lagði til svo sem hefðbundna útfærslu á kjörstöðum í Fjarðabyggð frá Mjóafirði og suður í Breiðdal og ég ætla nú að fletta þessum kjörstöðum hér upp en það eru Sólbrekka í Mjóafirði, Nesskóli í Norðfirði, Eskifjarðarkirkja á Eskifirði, Safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju á Reyðarfirði, skólamiðstöðin á Fáskrúðsfirði, grunnskólinn í Stöðvarfirði og grunnskólinn í Breiðdal og jafnframt að kjörstaði eru þar leiðandi 7 og kjörstaði verður opnir frá 9 til 22 á öllum stöðum nema Mjóafirði það eru opið frá 9 og kjörfundi þess að ljúka strax og undir en þó ekki fyrr en klukkan 14 og eigi síðar en klukkan 17 samkvæmt kjörskosningalögunum. Þannig að þessu vísa hér til umræðu atkvæðagreiðslu. Vill einhver taka þetta mál sem kjörstaði? Leggja til nýja, svo virðist ekki vera, þá ber þetta til samþykktar. Kjörstaðir eru samþykktir fyrir góðandi forsetakosningar með 9 atkvæði. Þá er gott fólk dagskrá tæmd hér í dag og til næsta bæjarstjórnarfundar er boðað í byrjun júní, svo mikið sem þann 7. júní og ég segi fundi sliti hér í dag og þakka bæjarfundar hundistuna.